Halló olíuvinir, Lilja Oddsdóttir hérna. Ég ætla að lesa fyrir ykkur námskeiðið Lykill að lífsgæðum. Þetta er skjalið sem að allir geta haft aðgang að sem eru hérna inn í Rísandi stjarna og olíuvinir sem að fylgir bara byrjanda námskeiðunum hjá okkur premium starterkittið. Velkomin og takk fyrir að koma. Þetta námskeið er ekki aðeins olíur. Við ætlum að tala náttúruna og umhverfisvæna vörur. Okkar kynslóð er ekki aðeins fyrsta kynslóðin til að upplifa hlýnun jarðar. Við erum trúlega síðasta kynslóðin sem getur gert eitthvað í því. Við getum kannski ekki stöðvað bráðnun jökla, en við getum sannarlega breytt neysluvenjunum okkar og minnkað eiturefnin og það mun hafa áhrif á líðan jarðarinnar. Einfaldasta leiðin er að byrja því sem við erum að nota. Þetta eru litlu skrefin sem geta breytt miklu. Á þessu námskeiði kennum við þér kassa sem við köllum lykill að lífsgæðum. Þetta er bara byrjanda kassin hjá Young Living Premium starterkittið. Þannig inniheldur 12 kjarnaolíur. Við munum kenna þér svolítið grunn í aromaterapíu, hvernig olíurnar virka fyrir heilsuna, hvernig við notum þær, hvað skiptir máli í sambandi við hreinleika og ekki síst viljum við kenna þér að minnka eiturefni. Ég hef notað olíurnar í 18 ár. Þetta var svona svolítið bara kom til því að ég vildi bæta heilsuna mína. Mér hefur alltaf þótt voru svo erfitt að nota lyf og eiturefni, vil bara hafa allt sem ég nota hreint, sem ég get borðað og sem truflar ekki mig eða heimili mitt, eða mig, heiminn eða heimili mitt. Þannig kom þetta til og ég er búin að vera að kenna olíurnar bara síðan ég kynntist þeim. Af því mér fannst það bara rökrétt að ég myndi deila þessari þekkingu með öðrum. En hvað er kjarnaolía? Þetta er örsmá loftkend efni sem eru eimuð úr jurtahlutum, blöðum, fræjum, greinum. Þær gufa auðveldlega upp, þær eru tæknilega ekki fitur. Þær eru lífsorka, ljós í flösku getum við sagt, þess vegna kalla ég námskeið mitt stundum bara ljós inn í líkamann. Þetta eru falleg efni. Hreinar kjarnaolíur, en það er ekki allar ilmolíur eins og flest reyndar 95% af öllum ilmolíum sem finnast á markaði eru einhvers konar iðnaðarefni en ekki hreinar þerapjútiskar kjarnaolíur. Og við skiptum olíum gjarnan í 4 flokka eftir gerð og það eru mjög litlar reglur eða fáar eða lítið regluverk í kringu það hvernig iðnaðurinn skilgreinir olíur eða ilmolíur eða kjarnaolíur eða sem sagt þær raun og veru bara ilmiðnaðurinn sem skilgreinir eða en ekki skilgreindur út úr þerapjútiskum eða svona heilsustíðandi áhrifum þeirra eða hreinleika. En A-flokkurinn er bara þessar þerapjútisku olíur þar sem eru lífrænt ræktaðar, ekki notuð nein eiturefni og neinu stigi framleiðslunar eða ræktunar á plöntunum. Og þetta er olíu sem innihalda lífsorku, raunverulega lífsorku. Við getum þetta B-flokkurinn er sá sem er skilgreindur sem matvara eða sem sagt má nota í matvæli, food grade olíur. Þær geta innihaldi alls konar leifar af skordýraeitri, áburðarefnum, burðarolíum og viðbætt ilmefni. Þær innihalda ekki lífsorku. C-flokkurinn er ilmolíur sem að innihalda bara mikið af alls konar viðbótarefnum, búnar til með hjálp uppleysandi efna. Þær geta innihaldi krabbameinsvaldandi efni sem finnast í algengum ilmolíum. Því kalla þær ilmolíur en hreinu olíurnar kjarnaolíur. Þær geta verið þynntar 80-95% en á glasinu stendur 100% pure. Vegna þess að þetta eru bara 100% pure ilmefni eins og iðnaðurinn skilgreinir það. Í 4. lagi er það blómavatn sem er bara afurð frá í raun og veru kjarnaolíu iðnaðinum sem er bara vatni sem er raun og veru fellur til, mikið sem fellur til af því og við það er svo bætt einhverjum ilmefnum og þetta selt sem hreinar kjarnaolíur. Það innihalda alls ekki neina lífsorku, það geta innihaldur allskyns kemísk efni og eiturefni sem spillar í lífríkinu. Premium starterkittið er bara lykill að lífsgæðum, það er aðgangur að heilsusamlegum lífsstíl. Og við skoðum gjarnan bæklingin okkar, förum bara í gegnum hann, hvað er í honum og þar hver maður að sjá, gæðastaðalins frá síð og síl hvað hann snýst.
að þú munt skilja verðmætin betur eftir að hafa hlusta á námskeiðið. Og það gott að vita, við borgum meira fyrir lífræna vörur vegna þess að kosta meira búa til. En þannig verndar þú líka náttúruna og að því kemísk efni skaða hana og þau kosta meira fyrir náttúruna. En meira svolítið verðgildi seinna, á hverju eignast premium starterkittið? Jú, fyrir heilsuna, fyrir heimilið og fyrir heiminn. Við viljum hjálpa þér að skipta út vörunum heima, nota kjarnaoljur og umhverfisvæn efni. Og í öðru lagi til að bæta heilsuna þína, andlega og líkamlega og jafnvel fjárhagslega. Young Living er sannarlega lífsstíl og það getur maður svolítið kynst í gegnum þennan bækling. Young Living er með 600 vörur, þetta er bara fjölskylda, við erum með búgarða út allan heim. Þetta er loforðum hreinleika. Byrjendapakkin er það sem flesti byrja á og hann kemur með Aria eða Dewdrop úðara, ilmúðara, sem þú færð að skoða bara á námskeiðunum. En hvernig notum við oljurnar sem eru bara einstakar og eru svona hjartað í Young Living búðinni? Ilmoljur eru helstu leiðirna til að nota er innöndun, þess að heita það svona oft aromaþerapía, það er inntaka og á húðina. Og í pakkanum, startpakkanum, eru 6 oljur sem eru hreinar, semst ekki blöndur, ég kalla það hreinar, það eru bara ekki blöndur, það er lavender, auðvitað sem er svona drottningin í kassanum, við setjum hann í lófan, nuttum, öndum henni að okkur. Hún er róandi, slakandi, græðandi, mjög fjölhæf og olía. Piparmynta er uppáhaldsólía mín, ég setja hann alltaf á handabæki, leyfa fólki að smakka og þá upplifir maður bara raun og veru hvað piparmynta gerir. Kælandi, góða verkjasvæði, spennu. Frankincense hefur 1000 ára sögu, var eitt af því sem Jesúbarnið fékk þegar fæddist. Það fékk gull reykjelsi og reykjelsi er frankincense. Heilunarolía, mjög mikið notuð í alls konar andlitsvörur, andlitsserum. Gott að smyrja inn á 3. auga fyrir hugleiðslu og tengir mann bara við svona æðra sjálfið. Og svo erum við með lemon og órans. Órans getum við sett út í Ningxia-Red safan okkar ef við bjóðum upp á hann. Það er gott að vita það að sítrusolíur geta gert húðina ljósnæma. Maður þarf að fara varlega maður með sítrusolíur og maður nota gjarnan bara nuttolíu, grunnolíu sem heitir WAF 6. Frábært að kaupa hana bara með startbakkanum, þá er maður komin með brunaliðið þegar maður er að nota olíurnar, því stundum er maður bara með viðkvæma húð. Fólk er misjafnt, þolir þar kannski misjafnlega á líkamann og pössum okkur að setja ekki olíurnar mikið í andlitið okkar eða viðkvæm svæði. Í kassanum eru líka 6 blöndur og Panaway er bara svona eins og orðið gefur til kynna, svolítið á svona spennusvæði. Gott að setja hann á ef maður, ég kalla hann stundu fallbyssuna, grípur í hana ef mikið liggur við. RC stendur fyrir respiratory, góð fyrir lungun, gott að smyrja á lungun, undir tábergið, í innöndun, í úðaran. Digest er bara fyrir eins og digestion, fyrir meltinguna. Gott að nutta henni á magan eða setja henni líka á hendina og bara sleikja ef maður hefur borðað mikið, borðað flókin mat. Hún er líka til í Bandaríkjunum sem Vitality olía, má taka hana þá í inntöku, en olíurnar sem má taka í inn sem bætiefni heita plussolíur í Evrópu. Purification er olía sem er ómissandi ferðalög og margir elskana í úðaran. Þetta er tea tree blanda, gott að nota hana á lítil sár, hún er líka góð svona sem vörn, bara þegar maður er einhvers staðar fyrir skordýr. Gott að setja hann í svita, fötin sín, búið til spray og setja í skóna sína. En Thieves er svona kóngurinn í kassanum, mjög svona fræg blanda, þetta googla hana. Einn blandan hefur Young Living sem er mest búið að herma eftir vegna þess að hún virkar. Hún virkar inn á ónæmiskerfið, styðjandi fyrir ónæmiskerfið. Hver vill ekki eiga svo olíu sem er styðjandi fyrir ónæmiskerfið? Maður notar hana þegar flensurnar geisa og maður vill halda sér hreistum og heilbrigðum. Og Thieves er til bara í bætiefni sem heitir Inner Defense til að taka inn, og með henni þá er oregano og thyme sem eru líka mjög heilsustyðjandi, styrkjandi fyrir ónæmiskerfið. Það er líka gott að nutta undir iljarnar
eða setja hana í voltvatn með hunangi og búið til te. Og það heil vörulína í Young Living búðinni sem með Thieves og það svona sápur og tannkrem, frábært tannkrem, ekki með flúor, engum eiturefnum. Thieves bara svona stendur fyrir mikil gæði. Thieves tannkrem eitthvað sem ég leyfi fólki alltaf að smakka á kynningunum eða námskeiðunum hjá mér og leyfi líka að smakka Ningxia Red Savan. Ég ekkert kannski endilega að leyfa fólki að prófa allar olíurnar á námskeiðinu sem þegar ég að tala, eins og bara eftir geta allir prófað allar olíurnar eins og þeir vilja. Við erum búin að setja upp kerfi í tölvunni, í póstsendingum, þannig að við sendum fólki 30 pósta það hvernig það notar premium startkittið bara strax og það mjög fljótlega eftir að fær pakkan sinn. Þannig að það þurfum ekki að kannski kenna allt á námskeiðinu, heldur fær bara fólk upplýsingarnar þegar það kemur heim, þegar að prófa glösin sín og opna flöskurnar. Það eru 90 dropar í svona litlu glasi eins og í premium starterkittinu. Það getur enstir í 90 daga eða kassin eða þú nota 10 dropa á dag eða ef þú nota 3 dropa á dag þá þetta kostnaður upp á svona 77 krónur daglega. Þannig að við skrifuðum verðin inn í bæklingin bara í upphafi, þannig að premium starterkitti með djúdrop kostar 28.000 krónur núna og premium starterkitti með Aria tónlistagræjunni kostar 39.000 krónur. En Aria bara einn og sér, ef maður kaupir hann bara í búðinni, kostar 35.000 krónur. Það auðvelt að sjá að þetta eru góð kaup og startkittin eru mikið niðursett 50% afsláttur á premium starterkittinu með djúdrop úðaranum. Flestir klára uppáhaldsolíurnar sínar á fyrsta mánuðinu, getur sagt þér. Þú getur svona velti fyrir hvaða olían var uppáhaldsolían þín. Glasið í kassanum, þessar 12 olíur, kostar í raun og veru ekki nema rúmlega 2.200 krónur og þú færð þá bara úðaran, vörulistan og allar þessar pröfur sem gjafir með pakkanum. Þegar þú ert að kaupa olíurnar stakar í búðinu þá kostar þær bara frá 1.200 upp í 6.000 krónur eða 10 til 12.000 ef þú kaupir það stórar, sem svona yfirleitt það sem að maður kaupir olíurnar stærri þegar maður að kaupa það stakar. Þess vegna premium starterkittið alltaf besta byrjunin af því þú fær 12 olíur, margar litlar flöskur sem þú getur nota til að prófa og þetta allt olíu sem maður notar heima fyrir heilsuna, heimilið og fyrir heiminn. Ég lofa þér, þetta ekki erfitt. Ég get mælt með að byrja þetta bara strax eða þú ert ekki þegar byrjaður og pakkin kemur frá 2 til 4 dögum heim til þín með hraðsendingu frá Hollandi. En áður við tekur ákvörðun valkostina smá efni til umhugsunar og þetta eitthvað sem ég setti í tölvupóstin sem fór út til allra í dag. Í umferð eru 185.000 kemísk efni, klukka mín að slá. Það koma sem sagt 10.000 efni á markað árlega, aðeins 15% af þessum efnum, kemískum efnum sem við notum í bara heimilisvörurnar okkar, hafa verið rannsóknir með tilliti til skaðlegra efna. En það hafa verið gerðar rannsóknir og algengustu mengunarvaldarnir á heimili eru uppþvottalaugurinn, þvottaefni, mýkingarefni, ilmkerti og snyrtivörur. Og hvað kostar þetta fyrir heilsun okkar? Jú, áhrifin geta komið fram í taugakerfinu, til dæmis dregi úr bara einbeitingu, valdi ofnæmi, geta trufla efnaskiptin okkar, hægt á brennslunni eða trufla á hormónajafnvægi eða haft varanleg áhrif á frumustarfsemina. Hvað þýðir það? Jú, það krabbameinsvaldandi efni. Og þetta ekkert leyndamál. Þetta hefur verið rannsakað. Tölfræðin segir okkur að venjuleg manneskja verður fyrir 300 efnum á hverjum einasta degi, 80 af þeim fyrir morgunmat bara með því að busta tennu, baða sig og bera á sig kremin og borða. Við ætlum að gera smá áskorun, skora á þig að því okkur umhugað heilsuna þína og umhverfið að skoða 3 skápa heima, til dæmis baðherbergið, eldhúsið og þvottahúsið. Gríptu einn brúsa úr skápunum þínum, þvottaefni, einhvers konar vöru sem þú ert með heima, lestu utan á hann, taktu eitthvað efni sem þú skilur ekkert hvað þýðir, googlaðu efnið og segðu danger off og skrifa efnið inn
og þá kemur upp bara hvaða hættulegu efni eru í þessu. Þetta rannsóknir sýna að mýkingarefni í þvottahúsinu eða þvottaefni sjálft að finna mikið magn af skaðlegum efnum, bara í venjulegum efnum, græni þvottulegurinn í eldhúsinu, bláa munnskólið eða Colgate. Það stendur utan á Colgate tannkremanu leitaðu læknis eða barnið kyngir óvart, barnið innan 6 ára aldri kyngir óvart Colgate tannkreminu. Og það ástæða fyrir því vegna þess að það eru efni í tannkreminu sem alls ekki heilsustíðandi og þú ert samt að setja þetta inn í slímhúðina á munnunum þínum. Og það tekur efni 26 sekúndur að berast inn í líkamann í gegnum húðina eða slímhúð. Rannsóknir sýna að ilmefni sem koma úr plug-in, sem ég veit ekki eins og hvað eða ilmkertum eða skaðleg heilsunni og í staðinn getur þú bara nota heilsustíðandi kjarnaolíu sem styrkja ónæmiskerfið, auka súrefnisflæði, hreinsa andrúmsloftið, auka gleði. Því hvað í kjarnaolíu? Í það bil 200 kílóum af lavender fæst 1 lítir af kjarnaolíu og það ekkert annað í glasinu en bara kjarnaolía úr lavenderplöntunum og sama með piparmyntinu og 1 dropi af piparmyntu olíu eru svo 28 bollar af piparmyntu te. Þú vilt læra að nota hreinar kjarnaolíur af því að þær eru þerapía þegar þú ert að þrífa. Það eru fyrsta hjálp, forvarnir, hreinsa, styrkja, bæta, græða, gleðja og heila og þær eru ljós fyrir sálina þína og allar frumur líkamanns. Ef þú ert að hugsa, get ég lært að nota þessu olíur, þá minni ég á að við munum senda þér upplýsingar. Þú fær á næstu dögum tölvupósta, 30 pósta hverjum einsta degi færðu póst. Þú getur komið í samfélag okkar inn á Facebook sem við mælum með, sem heitir Olíuvinir og svo kannski tengiliðurinn þinn líka með einhverja sérstaka hópa. Við erum með sjálfseflingu og sjálfsfræðslu, það eru ýmist námskeið og drópastundir í boði. Við munum líka bjóða þær upp á að fara í lítinn leik og lífsgæðaleikurinn, þetta nýtt hjá okkur og við erum búin að senda skjalið vistvænn viðsnúningur og hvetjum til að kíkja á hann. Já, svo það bara spurningin, hvort það aría eða djúdropp sem heillar þig? Þannig að þá það bara að takka fyrir í dag og klára kaupin.